Við erum á landsmóti á laugardagskvöldi, bæði tölt og 5 gangur búinn. Einar Röder, gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Sko, ég er búinn að hafa smá spurnir að því að þú ert búinn að vera að þjálfa strákinn. Já, ég varð að fá einn landsmótstitil viðbót, en eins og kom við þá var það að vera í gegnum mann. Ok, hvernig fer svona þjálfun fram? Nú er hann ansi langt kominn, ég minna þetta er góður reiðmaður. Já, hann er náttúrulega með ís í maganum þessi drengur sko. Kemur að norðaustan sig og er náttúrulega bara magnaður drengur sko. Og attitúdið náttúrulega eins og hann sagði sjálfur, eins og ég get riðið svona hesti til sigur sko. Ég meina hann að þakka hestinu sko, það finnst mér alltaf svo fallegt sko. Og en þetta fer nú bara fram þannig að það er nú bara verið að hlúa að hlutum takkaborðinu og Finnstillingar bara og minna á og peppa og slaka og vera bara til staðar. Það er nú allur galdurinn sko. Er létt þjálfun á svona gæðing? Já, það er svona hestur sko. Sko menn halda oft að þetta sé svo erfitt eitthvað sko svona rétt fyrir en þetta er allt saman skeður allt saman sko í síðasta vetur og þar áður og þar er þetta allt saman, það liggur mikið á bakvið þetta sko. Grunnurinn náttúrulega, Óli Draumur þjálfaði hestinn og svo var hann sýndur og svo tekur Þórari við honum og hann er ekkert sýndur og bara þjálfaður og riðinn og Þórari er náttúrulega búinn að gera þetta bara frábærlega og Finnur frændi minn, hann er náttúrulega greindur maður og búinn að leggja þetta upp að þetta verður bara gert í róleitunum og út af það byggist reiðmennska og þjálfun að gefa sér tíma og það er búið að gera það núna með hestinn og það er árangurinn ekkert smá. Til hamingju með góða þjálfun og takk fyrir þín störf. Já, takk, ég er stoltur af þessu. Já, og ekki minna með það sko að svo ég monti mér nú aðeins hérna að báðir tveir efstu þeir eru undan oddsdæturum þannig að þeir eru svo blóðtengdir mér. Þar erum við komnir í hesta sem eru frá þér. Já, og það er bæði Trimbill og Spunir undan oddsdæturum. Þetta er náttúrulega einstakt líka að sjá, ef við tölum um aðeins, að sjá hann koma úr B-úrslitum og sigra þau að glæsi brag og koma svo sterkur hér inn. Það er bara frábært og þar var náttúrulega líka, ég veit að þar liggur öll rétt þjálfun á bakvið þar hjá Mett og Gísla en það lætur þetta ekki á sig standa. Þetta er framtíðin, byggja rétt upp og svo bara plokka á austina. Á hvaða bleika ský ætlar þú að dansa í kvöld? Ég sjáum aðeins svona hvernig það verður sko. Það geit snúning eitthvað. Það geit snúning. Takk fyrir þetta og til hamingju með bæði þjálfunina og hestana frá þér. Já, takk.